Komiði sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég hérna með hóp af grunnskólakennurum sem ætla að fræða mig aðeins starfið í grunnskólanum og svona ýmislegt fleira sem við kemur grunnskólum og bara börnunum þar og kennurunum, starfsfólkinu. En hingað komin Arna Magnea Dangs. Komdu sæl. Sæl. Tjævei Sól Drífudóttir. Hæ. Hæ. Og Davíð Sól. Já, takk. Komdu sæl. Takk fyrir. Við þetta þátturinn þar sem öll heita Sól nema Arna. Ég myrkra veiran. Kannski að þú bara breyta nafnið eftir að heita Sól. Við tölum við mannanafna nefnd á eftir. Eftir helgi. Allavega. Ég ætlaði bara, ég fekk ykkur mitt af því að þið eruð öll grunnskólakennarar eða hafi verið að vinna sem kennarar í grunnskólum. Og ég veit ekki hver vill byrja því ég veit að þið tvær hafi verið ISAT-kennarar. En ISAT náttúrulega stendur fyrir íslenska sem annað tungumál fyrir þau sem ekki vita. Ég var það í 7 ár. Já, akkurat. Og þú ert... Og ég búin að vera, ég held eitthvað 5 ár, rúmlega. Já. Og til dæmis, ef ég get sagt, bara B.Ed og mastersritgerðinu minu snýst ISAT eða hvernig við gætum nota leiklist sem vettvang til að læra íslenska tungumálið gegnum bara leiki í staðinn fyrir þessa bókstaflega höfbundur kennslur sem allir eru vanir. Því ég fekk það ekki í mun uppeldi einhvern veginn að því ég íslensk en ég líka ælun upp erlendis. Pappi minn senda herri og mamma og við bjóum í útlöndum bæði í Afríku og í Asíu. En ég bjó aldrei á Íslandi fyrir en ég var 17 ára. Þannig ég kom til Íslands og ég var í IB-námi þegar ég var 17 ára í MH. Og ég fann fyrir bara hvað það vantar eitthvað. Það var rosa erfitt fyrir mig að læra íslenskuna þegar ég var eitthvað 17 ára. Það einhver leiti. Þannig ég tala mikið ensku og ég fór í nokkra leiklisnámskeið og það hjálpa mér að læra íslenskuna. Þannig ég fór að hugsa, framtíðinu. Hvað ef það væri barn eins og ég sem gæti möguleika nýta leiklist sem vettvang til að læra tungumálið, íslenska tungumálið. Og þetta var eitthvað bara minn fókus. Og ég núna bara að gera það sem mig langar að gera, sem leiklist, kenna tungumálið og bara gegnum, bara leika líka, bara hafa gaman. Af því mér finnst það líka, það einfaldara allt. Meira að einhver leiti. Það nú erfitt sem barn að koma frá öðrum landi, að vera öðruvísi, ekki tala tungumáli og það kennari einhvers aðeins sem bara læra, þú verður að læra. Getum við kannski bara hafa gaman á meðan þú ert að læra. Þannig ég vildi bara búa til svo vettvang og ég held að ég búin að á einhver leiti búin að gera það. Í hvaða skóla ert þú að kenna? Ég í Kársnesskóla. Kársnesskóla, já. Í Kópavoginum, já. Einmitt. Eru fjölbreyttur nemendahópur þar eða hvernig? Jú, við erum ég held að eins og staðan í dag, það bylgjur af bara mismunandi krakkar sem eru að koma á Íslandi, bæði frá Venezuela og líka Palestínu og Úkraínu, þannig við erum að sjá þessar bylgjur sem að koma inn og við erum að bragast við á einhver leiti, bara á rétta leiti. Allavega fyrir mig, mér fannst bara ISAT. Ég sá fyrir 10 árum, 15 árum bara þetta að gerast og ég vildi bara ekki að koma veg fyrir en samt bara vera part á þessu. Þessar breytingar. Samanlega því. Vera partur af lausninni. Ég kem náttúrulega, ég kenni í Mýrihúsaskóla, búin að vera þar 8 ár. Svo Seltjarnarnesi, við erum með 3 sveitafélög hérna. Já, og
Þar ekki stór hópur af nemendum erlendum uppruna, en þau hafa verið svona jafnaði, þú veist, á mið- og yngsta stigi. Þar sem ég hef verið að kenna síðastliðin 8 ár að mestu leyti. Að þá eru þau svona á bilinu rokka svona á milli 30 til 36. Það samt með við skóla sem ekki nema svona tæplega 400 börn, þá það samt ágætis hlutfall. En ég var að kenna áður en ég fór í Mýrarhússkóla, var að kenna 5 ár í Álfsskóla og var leiklistakennarinn þar og kenndi mið- og unglingastigi og þar var söfnunarskóli. Þú veist, einn af síðustu söfnunarskólanum, það voru söfnunarskólar fyrir nemendur erlendum uppruna og þar var líka einhverfudeild og þannig ég kenndi börnum þar og eins og Tjævei var að nefna að í gegnum leiklistina þá voru bæði þau börnin í einhverfudeildinni og líka börnin í Ísat-deildinni að þau voru að læra og skilja íslenskunni í gegnum leiki og í gegnum leikrit og ofta læra flókin orðaforða. Núna þetta árið ákvað ég að vera umsjónarkennari. Þú veist, ég byrjaði þannig, ég hef búin að kenna yfir 20 ár. Þú veist, og þú ert að kenna eitthvað 7. bekk, 7. bekk, já. Og þau eru núna til dæmis að vinna í kvikmyndagerð, að 2 hafniviðmið sem að þau eru að vinna eftir, annað að þekkja tæknina og vinna með tæknina og hitt að þekkja, þú veist, svona grundvallar hugtök lýðræðis, eins og samfélag, mannréttindi, gildi og svo framvegis. Og þau eru að vinna þetta og þau eru að vinna og þau hafa mjög mikið, þú veist, þau eru búin að vera að vinna handrit, þau eru að gera svona skotlista, skipuleggi, hvernig þau ætla að taka upp, hver segir hvað, hvernig þau ætla að klippa þetta og þetta er rosalega góð og flott vinna. Og þau eru búin að læra helling bara, þú veist, svona það sem við getum sagt er borgarvitund og þau gerir þetta á jákvæðan og skemmtilegan hátt og þau eru að læra fullt af nýjum orðum í leiðinni og þarna eru náttúrulega öll börn saman, líka Ísat-börnin, þau eru ekkit undanskilin, þau eru með í þessum hópum og þau eru alveg fullir þáttakendur og og við þurfum að gera meira því að svona blanda fögum saman faglega og leiklistin er mjög góð til þess og mætti alveg nýta hana meira en við erum að gera nú þegar. Hvað segir þú, Davíð? Þú ert í Melaskóla. Já, ég mitt í Melaskóla og þetta er náttúrulega alveg við Háskóla Íslands. Já, Svo við erum að fá aðalega mjög mikið af börnum sem koma bara erlendis frá. Þá eru foreldrarnir í námi í háskólanum. Svo þetta er alveg mjög fjölbreyttur hópur og þetta er sem skólinn er frá 1. til 7. bekk og þá mitt þetta er svo fjölbreyttur bæði nemendur sem eru bara að stoppa stutt á meðan foreldrar eru í námi og síðan fara aftur til heimalandsins og jafnvel líka börn sem ætla að búa hér. Svo þetta við erum alltaf að fá ný börn erlendis frá. Já, einmitt. Og sem sagt, er hópurinn mjög fjölbreyttur eða er þetta svona? Já, þetta er bara, þetta kemur svona eins og í bylgjum eins og hún var að segja. Já. Þá er núna dálítið mikið að koma frá Afríkulöndunum, Ghana og Kenya og þar. Já. En síðan er þetta líka bara frá Indlandi, Venezuela, og líka mikið að tvítegyndu börnum. Já, akkurat. Svo það er alveg fjölbreyttur hópur. Já. Og bara fyrir mér þá er það líka bara fínt út að alltaf ég er ekki alveg þú veist, ég fæddist ekki á Íslandi. Nei. Þá get ég verið svona fyrirmynd líka fyrir þau að þau geta horft svona upp til kennara og þú veist að þau þurfa ekki til að vera bara eins og öll hinn. Já, akkurat. Og þá finnst mér það mjög mikilvægt líka. Akkurat, að því ég man nefnilega að þú hefur komið til mín áður í þátt, það var enda bara svona fréttaspjallsþáttur en þá var mér talaður einmitt mikilvægi þess að séu einmitt fyrirmyndir, alls konar fyrirmyndir í skólanum
fyrir börnin og hvað finnst ykkur hinum? Ég bara sammála því það sem þú segir það að því ég sjálf ekki fædd á Íslandi. Ég ættleidd til Íslands og mamma mín Íslands og mér finnst það sem skiptir máli sem kennari að vera fyrirmynd og bara sinna þau og krakkarnar og börnum og bara ég hér, ég kennari, ég öðruvísi á litin, ég ekki hvít eins og allir og allir sem þú sér kringum þig, skilji, en I made it. Já. Á einhver leiti. Já, þetta hægt. Það hægt. Þú getur líka vera kennari ef þú vilt gera það. Já. Þannig það meira bara sýnaleiki, bara visibility, bara að vera til og bara von fyrir þau. Já, akkurat. Já, það mjög mikilvægt að við höfum góðar og jákvæða fyrirmyndir í kringum okkur. Og það líka annað verkefni í Sjötabæk sem við gerum sem í lífsleikni sem fjallar fyrirmyndir og þau voru að nýta sér tækni þá líka, Canva. Við heyrum rosalega mikið það að það verið að tala mjög illa iPada í skólum og tækninni í skólum en þetta eins og öll verkfæri. Þú getur nota verkfæri á jákvæðan og neikvæðan hátt. Það ekki þar með sagt að þessi verkfærin að kenna. Nei. Og þau hafa verið að vinna með þessar kynningar jákvæða fyrirmyndir. Og maður sér, alls konar fyrirmyndir þar, bæði erlendar og íslenskar. Og út á Seltjarnarnesi þá Grótta með svona út á Vívaldi fótboltavellinum þá eru þau með svona fyrirmyndadaga þar sem að þau bjóða krökkunum að koma heimsækja jákvæða fyrirmyndir. Þeir eru með meistaraliðið sitt og meistaralið kvenna bauð öllum bekkjanum núna í Sjötabæk koma heimsækja sig og þá hitta þau ungu konunar sem eru frábæra fyrirmyndir og þær eru alls konar og sumar eru meira segja ráðnar erlendis frá og hafa spilað kvippin og kvappin út heiminn og þetta tengir náttúrulega þessa krakka líka betur við íþróttastarfið og þau eiga sína fyrirmyndir í nær samfélaginu. Ég með einhverja nafnablindu og nú dottu úr mér hvað hún heitir en það ein fótboltakona sem að stelpunar hjá mér, þær eru mikla fótboltastelpur og eru æðislegar sem ég að kenna í Sjötabæk. Sumar eru svo ofvirkar að það þurfa að hlaupa 3 sinnum hringinn úr skólan og taka 30 RP bara áður en geta einbeitt sér en það eru dásamlega og hún, hvað heitir hún? Sem spila fyrir landslið búið að vera Það Svandís. Já. Svandís Jane. Já, Svandís Jane. Að hún hefur verið, þeirra hvernig orðar maður þetta? Þeirra helsta fyrirmynd í fótboltanum. Og það enginn sem að tala húðlitin hennar. Og það finnst mér bara mjög jákvætt. Þetta fyrirmynd, hún æðisleg, hún frábær og hún bara hvorki meira ni minna Íslendingur en við öll. Því að við erum náttúrulega öll innflytjendur eins og ég hef svo oft sagt nema rjúpan og refurinn og alvar og huldufólk og huldlein en þannig að svona jákvæða fyrirmyndir og sérstaklega að því að okkur hefur svo oft vantað þessar sterku kvenfyrirmyndir okkur hefur ekki vantað heldur þeim hefur bara ekki verið haldið eins mikið, hvað ég segja, á lofti. En núna bragabót á og íþróttafélagin eru að taka við sér. Og ég vil bara hrósa Gróttu fyrir þetta framtak vegna þess að meiri segja strákanir mínir sem í fótboltanum að þeir eiga sína uppáhalds fótboltakonu ekki bara fótboltakall. Akkurat, já. Það einmitt oft sagt að til dæmis með eins og kvikmyndir og fleira að strákar horfi frekar bara á kvikmyndir stráka en stelpur gerir meira af hvoru tveggja sko. Þetta eitthvað sem var einhvern tímann talað
Já, þetta svona meira ábyrgandi þegar þau töluðu líka sko tónlist og kvikmyndir, þá kom þetta sko alveg fram þegar þau voru að tala fyrirmyndir þar að þú veist, strákurinn völdu frekar stráka fyrir utan það var ein sem að þú veist, allir gátu einhvern veginn verið sammála að væri æðisleg fyrirmynd og það var Laufey. Já, nafna mín í þannig að hún greinilega nátið þeirra allra. Já, sonur minn rosalega hann mjög mikið til að setja til lovers í lagin, þannig þegar hann bara maður DJ bílnum og það hann bara Laufey og það bara kemur og mér finnst það bara geggja en þetta líka bara samræði sem við áttum að hafa í samfélaginu. Það svolítið toxic masculinity sem einhvern veginn í gangi þegar maður ekkert að lyfta upp kvennafótboll. Það eins og ef ég má sagt og segja, þegar karlmenn bara af hverju að ég horfa á konu að spila fótbolta? Af hverju ertu að horfa á karlmenn að spila fótbolta? Mitt, já. Bara saman. Valið spurning, já. It's the same shit. Þannig að þetta eitthvað viðhorf sem við verum líka að breyta og eitthvað sem ég líka að breyta með sonu minn, bara eitthvað, konu skipta máli. Já, ég skipta máli. Jú, við ætla kannski fara í Valu og horfa á konur fótbolta að spila í staðinn fyrir karlmenn að spila. En þetta eitthvað sem þú sem einstakling gerir. Já, einmitt. Þetta ákvörðun. Já. Því þetta hefur mikið bara áhrif á samfélaginu og það byrja við mig. Það byrja við þig. Það byrja við þig að gera eitthvað. You have to be the change that you want to see. Já, akkurat. Þetta klassíska, já. Og ég ætla að taka boltan frá þar því bæði að það ekki bara nóg að vera með annan húðlit sem fyrirmynd heldur líka ég náttúrulega kynsegin og ég ofta að spila bara að sína fram að þú getur verið strákur og samt verið kjól og alls konar svoleiðis bara brjóta þessar staðalímyndir sem samfélag búið að setja og ég kannski ekki þú veist að varpa þessu alltaf og ekki bara að sjá mig, ég bara miðpunturinn og þið veist að ég aldrei eitthvað svoleiðis, ég bara mæti til dæmis og fæ spurningar og bara fæ umræður frá börnum og ég ekki endilega kannski byrja sjálfur að tala það heldur að börnum fara að spyrja bara af hverju ertu í kjól í dag og af hverju ertu með naglalag og eitthvað svoleiðis og það hefur líka áhrif að þið sjá fjölbreytileikann. Já. Hvað ert þú að kenna gömlum börnum? Ég að kenna fyrsta bekk. Fyrsta bekk, já, þannig að þú ert með þau alveg pínu. Ég að vera 7 ára. Já, einmitt. Og til dæmis daginn var ég, þú veist, byrja umræðan bara með að strákar voru ekki málaðir og eitthvað svoleiðis. Það byrja alveg þar í fyrsta bekk. Og þá fór ég bara að sýna myndir, bara alls konar að strákum verið málaðir í hatara og eitthvað svoleiðis. Já, og einn strákur sagði við mig bara Davíð, viltu slekka á þessu? Ég þá strax fór ég verð bara hann eitthvað með að fórta og bara, nei, mér finnst óþægilegt að horfa á eitthvað ókunnlegt fólk og ég bara, ok þá skil ég Þetta deep Þannig verð ég bara hvað, þú eitthvað að fara svo maður það líka svona smá að passa sig að þú veist kannski ekki taka öllu næri sér og þeir eru náttúrulega bara á börn og þeir eru að spyrja og forvitin og svoleiðis. Mér finnst bara sýnileiki skipta rosalega mikið máli bara að vera til staðar en eins og núna, eins og þú segir bara þú ert með fyrstu bekk ég get ekki ummynda að vera í fyrstu bekk og vera little barn og hafa þetta til dæmis sem kennari sem til staðar fyrir mig og bara gefa mér innsýni í raunveruleiki if that make a sense if that make a sense þannig mér finnst bara ég ætla bara að hrósa þér bara fyrir að vera bara sjálfum þér og bara mæta og vera bara svo sterk og bara standa við sjálfum þér og bara gefa börnum bara öðruvísi innsæi into líf hér ég og svona ég og þó að það kannski margir sem oh, what is this, hvað gangi kannski eitt eða tveimum þarna sem bara
sem connecta, tengja og finna fyrir tengingu og þeir vanta þetta, þannig þú getur líka bara að lappa burt og bara hugsa I did something, ég gera það eitthvað, skilur. Og með tengja við líka bara frá stráka og stelpu, þá finn ég mitt að strákarnir meiri í verð og þeir bara finnst þetta miklu óþægilegra að menn stelpunir bara, flott neglalag og alltaf rósa mann miklu meira. Þess að ég finn alveg þar líka að það munið þar á. Já, akkurat. Við segjum bara takk fyrir þig líka. Já, og þig og takk, já. En auðvitað hafa kennarar, áhrif á börnin og þetta alltaf samstarf milli kennara og foreldra og barnanna sjálfra. Þetta smitast, vissulega. Og krakkarnir mínir í bekknum mínum, þeir þykja oft vera mestu villikettinir og það kannski vegna þess að ég sjálf algjör villikettur svona kattur sem vil fara mínar eigin leiðir og börnin mín en þau að ná öllum hæfnum við mig þau að standa sig frábælega og ég svo stolt af þeim og þau bara æðisleg en þau svona svolítið óstillát og ég fæ alveg að heyra það að ef ég ekki út af einhverjum ástæðum að þá bara bekkurinn crazy. En síðan voru það að fara út í gróttu vita og þar flóð og fjara og þau fara og gista þar. Þetta svona 7. bekkur, einu sinni ári. Þá gistaðu með foreldrum eina nótt, allir í bekknum og bara nokkri foreldrar með og þau get ekki farið af því að það náttúrulega flóð. Þannig get ekki farið fyrir daginn eftir. Þau eru föst út í vita. Þetta mjög spennandi. Segja draugasögur og svona. Og stelpunar ákváðu síðan að þær eru byrjar að hafa áhuga á förðun og alls konar svona, eiga alls konar dót. Að fá farða strákana. Og það var eiginlega engin strákur sem sagði nei. Og mamman sagði, áður en þú tókst í þessum bekk, þá hafðu allir strákarnir sagt nei. Og þetta bara, ég með inclusive pride-fánan upp á vegg. Ég tala við þau opinberlega mannréttindi. Mannréttindi minnihlutahópa, mannréttindi í víðum skilningi. Ég tala við þau hvaðan við komum. Ég tala við þau til dæmis líka því að nú ég með stelpu að blönduðum uppruna og reyndar 2 sem ég að kenna. Þá tala ég að fyrir 10.000 árum þá var allt mannkynið með brúnaugu. Þá var til einhver stökkbreyting og var til bláu augu og seinna grænu augu og svo framvegis. Þannig að það svona fullt af upplýsingu sem að þau fá og mér finnst, og þetta mín skoðun, því meiri upplýsingar sem þau hefur, því meira sem þau lest þeir til í sambandi við mannfræði og söguna og hvernig við erum öll til, því minna er rauninni hægt að vera og fyrir ekki árbræði, fáviti. Það bara fáfræði, að vera með fordóma. Það bara, þú ert rauninni bara að auglýsa eigin heimsku með því að vera með fordóma. Og mér finnst bara, börnin mín með allar þessar fyrirmyndir núna í kringu sig, líka í fótboltanum og annars staðar, að þau eru framtíðin og bara svo á jákvæða nótum framtíðin er ekki hræðileg nútíminn er kannski svolítið hræðileg núna í augnablikinu en framtíðin er æðisleg. Já, ef ég má gripa aðeins boltan það er bara exposure, það skiptir máli bara, og það er eitthvað sem er að gerast á Ísland en er ekki að gerast nú hratt að einhver leiti en samt að gerast rosalega hratt. Ísland er að breytast. Ég flytti til Ísland fyrir ég var 2001 eða eitthvað og það var ég kannski eina brúna manneski. Ég man hvernig það var að vera í skólan í MH bara ein í brúni bara galið skiljum. Þannig í dag við höfum bara mismunandi alls konar aðlið sem er að koma sem er öðruvísi en það er meira
ef fólk opið og hef kannski búið erlendis, ef að farið á gera þetta eitthvað, farið útlanda ekki bara í Akureyri skilur that's also the difference munurinn á milli bara að fara út í Spán að hverju sumar that's not international No. Það ekkert að gefa manni neitt og þú kemur tilbaka á Íslandi og heldur bara ég mjög lært, ég fer út að Spán í Tenney, ég fer út að nei. Ekki bara Íslendingar á Tenney? Akkurat, þannig ég meira að hugsa bara like branch out, bara brjóta ísinn, bara hugsa aðeins meira hvað að gerast í heiminum og hvernig passa ég inn. Ég held að það sem við sem Íslendingar vanda að opna okkar augum og eyra og vera opið fyrir þessar breytingum sem að gerast í heiminum af því það ekki hægt að koma í veg fyrir. Ísland allar breytast. You can't stop that. It's going to change. En annarkvort ertu með í þessu breytingu eða ekki. Og þá verður þú bara skilneftir. Fáviti. Þá ertu bara stupid. Við verðum við skammu fyrir orðbræði. En það bara either you're with the movement or you're holding yourself back. Heimurinn að breytast en þú tekur ákveðunum hvort þú part af þessu breytingu eða ekki. En með að velja ekki þá kemur það eins og fordóma inn. Fordóma sem þarf ekki að vera til að því heimurinn heldur áfram án þér. En við auðvitað erum við öll fáfróð til þess að byrja með og þannig að við eigum náttúrulega ekki að gera lítið úr fólki sem kannski fáfróð á öðru leyti en þegar það vill ekki fræðast. Það munur. Það geta allir fræðist og það geta allir valið að fræðast og eins og Tjæfið segir, við höfum val að fræðast og fara fram á við eða reyna bara að festa okkur í fortíðinni. En þú veist, fortíðin land sem ekki lengur til og við getum ekki búið þar. Og svona vera með einhverja fortíðaþrá og fortíðahyggju, þetta náttúrulega bara sjálfsbýningakvöld. Þú veist, við þurfum alltaf að horfa fram á veginn og eina leiðin til þess að gera, þú veist, heiminn byggilegri fyrir okkur öll náttúrulega bara, þú veist, að hugsa í lausna með það og fræð okkur. Þú veist, hvað best fyrir okkur öll. Já, og þetta líka það alltaf talað svona var náttúrulega talað aðlögun, núna talað inngildingu, en þetta náttúrulega alltaf bara spurning að við lærum hvert af öðru og berum virðingu fyrir hvort öðru og bæði hvað var skoðanir og uppruna og hefðir og menningu að því ég minna það ekkert allir Íslendingar með sömu hefðirnar og svo framvegis sko. Þannig að þetta að því að þú veist, ég náttúrulega hef það reynslu, ég fædd 1974 og við Arnar erum sama reik. Ég fædd 1970. En við höfum náttúrulega séð þetta breytast, en ég til dæmis elst upp á hinsegin heimili. Móðir mín sem sagt lesbísk og og þá náttúrulega var ekkert til sem hét hinsegin fjölskyldur eða svoleiðis. En svo mitt manni eftir að þegar að kom einhver umræða hvort að samkynhneigðir mættu ættleiða, þá vorum við einmitt sem ólust upp í svona fjölskyldum bara er þetta þing? Þú veist, þetta bara samkynhneigðir hafa verið að ala upp börn í gegnum öll þessi ár, þú veist, þetta ekkert, við erum bara fólk eins og öll önnur og ég til dæmis smitaðist ekki af samkynhneigð því bara Já, af því það er líka að tala mikið það bara ef mamma er gay og pabbi er gay þá verður þú líka gay Já, akkurat það virka ekkert þannig en þetta er líka samræði sem við erum líka að hafa í samfélaginu til dæmis, ég veit að bara þú ert móðir og þú hafa 2 strákur og þetta bara geggjað
God, where did the third one come from? Það sem sagt góðir áhörundur þekkjast aðeins. Nei, en samt að ég man líka bara, ég man þegar ég var yngri og ælst upp og allir var bara, that's so gay. That's so gay. It was so normal to say that's just gay. Nota sem svona skammarirði. Já, en samt þegar ég hugsa tilbaka bara, það meikar engan sens. Nei. Það meikar engan sens og það var svo margt í gamla dagana sem var viðkynnt en samt meikar engan sens. Maður bara, hvað meinar að fólk geta ekki allir að að því þeir samkynhneigð? Hvað þýðir það? A parent is a parent. Allir þeir að sjá barnið? Já. Á þeir pening? Já. Á þeir hús? Já. Hvað meira þarftu? Bara hvað viltu? Þannig við verðum sem sagt að endurrifja eða bara endurskoða hvað það þýðir að vera einstakling í dag, finnst mér. En ég ætla að segja þetta því ég ættleitt og þetta eitthvað sem ég líka búin að hugsa rosalega mikið og það bara eitthvað þessa western standards. Bara viðmið í vestrænu samfélagi. Já, bara hvað rétt og hvað ekki. Hér ég, skilur, ég svört, okay? Ég með masterskráður. Já. Most people would never assume að þetta eitthvað sem ég gæti bætilega fengið, skilur, bara, svarta konu með masterskráðu leiklist. Nei, það myndi aldrei gerast. Nei, ég hér. Halló, ég hér. Þannig það meira í samfélaginu, það sem ég held að við allir hefur sameiginlegt bara eitthvað að breyta þessa viðhorf sem allir hefur fólk sem öðruvísi. Það skiptir enga máli hvort þú svona og svona og svona og svona og svona. Leið að þú ekki bara hvít, white girl, man eða eitthvað, það fellur þú bara í allt annar rammi. Allt góðu. En ég hér, ég til, við allir hér, við hér til og við gerum, like we take the boxes like everybody else. Eins og hinn allir. Við gerum það. Og ef ég get sagt, við gerum enn meira. We go that extra mile. Að því við verðum líka að berjast fyrir okkur. Við erum ekki bara berjast bara til að vera til. Það líka bara berjast til að vera sýnileika á einhvern leiti, bara to believe. Þannig 10 ár eftir mér, kannski kemur annað litla brúna stúlka eins og ég. En hún þarf fyrirmynd. Þá get hún sagt, Chira Soul. Hún gera það. Þá get ég líka gera það. Þannig þessar baráttur sem við erum allir hér að gera ekkert fyrir okkur. Það bara fyrir hina sem kemur eftir. Og það rosalega mikilvægt. Og ég sé líka bara þessi 20 ár, 26 ár sem ég búið að búa á Íslandi. Þá hef ég séð mikla breytingu. Ég kom inn á 2000. Þá var ég 7 ára og ég líka upplifði mitt að vera eini brúni einstaklingurinn bara í skólanum og það var kannski ég og bröður minn, þú veist, það var og ég sé bara núna hvernig bara Melaskóla, ég horfði þar, ég fer út í frímyndir, þá svo bara algjörlega fjölbreytileiki, maður sér alveg hvað bara alls konar börn og það svo skemmtilegt að sjá það, hvað þetta búið að þróast gegnum þessi ár. Já, ég mjög sammála því, eins og segja bara þegar ég var í MH, ég var eina brúni og allir, ég held að eina sem allir man eftir mér hvað ég var alltaf reið því allir var bara so you're the black girl og ég þurft alltaf eitthvað bara taka plás og berjast fyrir mig en líka í dag, sonur minn, hann í Ísaksskóla til dæmis og hann eina brúni og ég skal segja eitthvað fyndið sem bara þegar ég fer og ná honum í skóla það svo easy að spotta honum en það einn pabbi sem þarna og hann á 2 stákar í skólanum og við hittumst einu sinni og hann bara
já, ég finn ekki Lukas og ég finn ekki barnið mitt og ég bara, I don't have that problem. Já. Mine brown. Já. He's the only brown. Skilur. Svo þarna fór ég bara og til að upplifa þetta var bara eitthvað, já, ok. Eitthvað sem ég hef aldrei hugsað skilur. Að því þetta bara... Það væri kostur. Þarna var kosturinn. Einmitt, já. Það er alltaf einhver I was just like, good luck, dude. Já. En þú veist, það líka, sko, þú veist, eins og í skólakerfinu nú er skóli án aðgreiningar og það eru sumir sem að vilja vera sérstaklega pólitíkusar að reyna að fá ykkur atkvæði með því að grafa undan þessari hugmyndafræði skóli án aðgreiningar. Það eru mjög margir sem tala það í neikvæðum skilningi. Já, þú veist, ég ólst upp náttúrulega 7., 8. og 9. áratugnum, þú veist, áður en skóli, þessi, þú veist, stefna skóli án aðgreiningar kom og ég var svona eina einhverfa barnið í skólanum þarna sem að var nægilega mikið einhverf til þess að vera skrítinn en ekki með nein greindar þú veist greindarskerðingu frekar í hinn áttina þannig að ég upplifði mig gegnum alla skólagönguna sem bara eina á öðruvísi þú veist púsluspil sem passaði hvergi en núna er sonur minn þú veist sem er líka bara greið hann allt og líku mömmu sinni og bara með sömu greiningu ég fekk síðan seinna einhverju rósröskun greiningu að hann á fullt af vinum í skólanum sem að hann tengir við sem eru líka þú veist með einhverju rósröskun og hann er ekki einn og öðruvísi þú veist heldur eru þau mörg saman þarna sem að eru og ég sé það í skólanum sem ég kenni og ég sé það í skólanum sem ég hef kennt að þú veist að þetta þessi stefna hefur breytt miklu og ég man bara að það er ekkert svo langt síðan það eru ætli sé ekki svona 15 ár að fyrir 15 árum síðan þá var ég að kenna í skóla þar sem að það var einstaklingur sem var bara skuggulega líku mér að mörgu leyti að hann var einhverfur en bráðger og hann var reyndar líka með Tourette sem ég er ekki með en ég er með kæki sem ég hef lært að halda niðri stundum heima þá er ég bara fullu eitthvað en ég hef lært að maska rosalega vel þessi einstaklingur kunni ekki maska og hann var fyrir einelti rosalega gróf einelti að því að hann var svona einn og öðruvísi þannig að það er hægt að vera einn og öðruvísi á svo marga vegu og þess vegna finnst mér skóli án aðgreiningar þú veist vera mjög falleg og frábær stefna en það þarf auðvitað að fylgja þessu eins og alltaf þegar við erum að gera eitthvað það þarf að fylgja þessu fjármagn við getum ekki sagt hei við ætlum að gera rólur fyrir alla en við ætlum bara að sleppa þú veist keðjunum þú veist þannig að það er gagnlaust þannig að við þurfum náttúrulega, þú veist ef við ætlum að gera eitthvað þá verðum við að gera það, þú veist, alla leið og við þurfum að standa við, þú veist, ef við tökum upp einhverja stefnu, þá þurfum við að standa við sko 100% á bak við stefnuna en ekki gera það svona eins og fyrir ekki ég er farin að sletta núna á ensku Chaive er farin að hafa svona áhrif á mig svona half-assed þú veist svona hálfkæri gerir þetta líka með þú veist með raskati úr buxunum ef við íslenskum þetta orðatiltæki Já, og ég er sammála mér finnst bara eins og skólaángreining en það er líka þess að móttöku áætlun gagnvart kannski börnum sem eru að koma frá mismunandi löndum mér finnst að það er ekkert að virka kerfi er ekkert að
það ekkert að virka fyrir börnum og það ekkert heldur að virka fyrir kennarunum. Bara því miður. Við erum að taka inn, já, ég elska það. Mér langar að sjá þessa fjölbreytileika hérna, þessa breytingu á íslensku, á Íslandi, en á sama tíma það skiptir máli hvernig við tekum að móti þessa breytingu sem að koma inn. Við tilbúin fyrir þetta? Við klár í þetta? Getum við sinnt þessu börnum það sem þið þurfum. En ég sem kennari, sem bara kennari og ég fæ kannski barn frá Palestínu sem búin að búa í stríði, bara bomb, here, og hvað á ég að gera við þetta? Hvaða verkfæri þið að gefa mér? Ég hef ekkert. Mohammed bara hlaupandi hérna. Já, hann með áfallastreitu. Hann með áfallastreitu, bara mikið áfall. Það vantar sérfræðingar inn í skóla. Það það sem ég að segja með skólan aðgreiningar. Sérfræðingar átt að fylgja inn í skólana, en þeir gerðu það ekki. Nei. Það var ekki í staðin verið teknir úr skólanum að því leita sem þeir voru. Viðvera þeirra hefur minnkað og í staðin fyrir erum við með stuðningsfulltrúa sem oft sem líka bara krakkar. Oft æðislega krakkar. Frábæra manneskjur. En samt ekki með faglega grunn til þess að vinna með börnum sem að eru jável frá eins og frá Úkraínu. Ég var með barn sem var bara í áfallastreitu og og það var sem betur fer bara úkraínsk ungkona sem var líka raunin að díla við áfallastreitu sem að fylgdi honum sem stuðningsfulltrúi. Og það hjálpaði mikið til. En þú veist, sérstaklega þegar við erum að gefa okkur út fyrir það að eins og með Úkraínu að taka við stórum hópi af börnum sem eru að flýja stríð, kannski búin að missa allt sitt og eru í bullandi áfallastreitu, að við skulum ekki taka mótið þeim betur en þetta. Þú veist, auðvitað hefði átt að vera sálfræðingar inn í öllum skólum. Bara lágmark félagsfræðingur. Bæði fyrir börnum og líka fyrir foreldra, mér finnst bara, og það líka svo tungumálvandi sem til staðar, Mohammed, hann vantar sálfræðing sem tala arabísku, bara hvað sem tungumál, það ekki, og líka þú get ekki bara setjum ég í þetta stöð sem kennari, þetta starfinn mitt að vera kennari, en samt ef hann tala enga íslensku, ekki búin að vera í skóla í 3 og 4 ár, hann bara með áfallastreitur, ég ekki að kenna. Ég nýta mínu tíma til að hugga barnið og bara láta þeim bara líða vel. Þannig þegar þú fer heim stundum að bara, what did I do today? Hvað gerði ég? Stóð mér? Ég kennari? Var ég að kenna? Þú náttúrulega útvegar þessu barni öruggt skjól. Það er stórt skref og það kannski í fyrsta skipti sem þetta barn upplifir öruggt skjól. Og öryggi. Þannig að það er náttúrulega alltaf fyrsta skrefið. Því að barnið sem líður illa, það lærir aldrei neitt. Þannig að fyrsta skrefið er alltaf að láta þeim líða vel og upplifa öryggi. En ég skil það. En samt sem samfélagi, sem Íslendingar, MMS og bla bla bla, móttöku áætlun, they could do more. Þeir gæti þess að undirbúa mér betur. Ég gæti kannski fara í námskeið eða eitthvað, eða fá eitthvað einstakling sem kemur inn bara til að hjálpa aðeins bara til, að því stundum að bara, hvað ég að gera? Ég að standa mér? Ég nóg? Ég að hjálpa þess að barn? Það sem ég hef með hana að segja með skóla aðgreiningar. Mér finnst það mjög svona flott hugmynd eins og ég sammála það sem þið hafa verið að segja hérna. Eina sem ég svona áhyggjur af það sem politiker sem að segja að þetta ekki að virka með þetta að það myndi búa til svona sérskólar. Hérna skóli fyrir útlensku börnin, hérna skóli fyrir fötluð börnin. Þá engin inngilding í samfélaginu þá eru þau bara að hópa sig saman og þá missa alla tenginga við íslensku börnin og þá kannski getur skapa bara einangrun, meira einangrun og
kannski fara þau þá að tala meira enska á milli sín og þá erum við bara búið til svona hópa í samfélaginu sem getur eitthvað sem ekki spennandi fyrst. En ég held að þetta eitthvað sem að gerast án við að hugsa það, Þetta eitthvað sem að gerast og við erum með skóla með ángreining og það gengur bara við. Næstu bara það einhver deild hér, átja hérna hér, útlenska krakkar hér, þetta kemur en það sem við verðum að skilja við sem eldri hér, búin að vera í skólum við fengum aldrei þess að tækifæri það bara, it was rough back in the days, it didn't matter whether you were black, white or like whatever, það bara weird, það bara þú varst bara í bekknum með hinum og I made it. Look at me. I made it. Look at you. You made it. Look at you. You made it as well. Þannig að við getum ekki að ramma fólk svona mikið inn. Að bara heimurinn bara svona eins og hún en það meira sem kannski að gefa bara fólk bara verkfæri til að bara að vera með bakpoka á sér. Þannig að þú getur alltaf bara taka út bara hvað ég? Okay, ég hér. Okay, það tek ég bara þetta. Og haga mér svona og hvað ég? Ég snjó bara hvernig get við undirbúa fólk bara betri fyrir samfélaginu en fyrir þetta ég meinar ekki útlensk eða minnihlutahópið. I want to focus on the whites, the elite. Þeir verður líka bara að taka til þess sem bara sorry, þú get ekki bara ganga daglega að þú bara queen þegar þú ekki queen. Að því mér finnst ég líka queen. Þannig það núna bara problem. Pláss fyrir alls konar drottningar. Og líka bara til að læra það. Að það til alls konar drottning. Þú get líka verið queen, en ég get líka verið queen, en við bæði queen og það allt í lagi. Ég ekki til samkeppni við mig. Nei, ég bara, I show up as who I am and you are you. Gekkja. En það kannski eitthvað sem okkur vantar svolítið líka inn í skólakerfi einmitt að það sé meiri samvinna og meira pláss fyrir alla í staðin fyrir að fólk sé alltaf í samkeppni við hvort annað. En ég bara sé þetta líka svo skýrt út að það til dæmis kannski börn sem einhverf inn í bekkjanum. Ef þau væri alltaf tekið afsíðis þá myndi ekki mynda sig vinatil sem þau hafa í dag. Og til dæmis ég sé strák sem rosa vinsæll í bekknum. Myndi hann einhver tíma nokkuð tíma ná að kynnast barni sem einhvert og hann var alltaf tekinn bara frá. Og núna þeir bara rosa góði vinir. Og þeir bara ná að finna samlegan svona áhugamál. Og hann ekki endilega bara þessi öðruvísi, það kemur ekki neitt í umræðinni. Ég kannski tek upp, hvað finnst ykkur einhverjuna umræðina sem búin að vera í lagi? Má ég tala einhverjuna? Að því að nú eru sumir foreldrar einhverfa barna sem eru líka með þroskaskerðingu. Að það eru ekki fá nægilega þjónustu í skólanum að því að sérfræðingarnir fylgdu ekki með. Nú eru þessi hópur að rauninni vilja fá sérskólanum tilbaka. Þannig að ég myndi segja við þurfum að fara að blanda leið. Skóla án aðgreiningar áfram að vera stefnan okkar. En í ákveðnum tilvikum þá líka vera til sérskólar með sérfræðingum. Af því að sérfræðingarnir eru ekki núna þegar í skólanum. Og við vitum alveg að það eru sérskólar eins og brúaskóli fyrir börn sem eiga við mikinn tilfinningavanda að stríða að þá þeim kennt, og þá eru sérfræðingar þar og við þurfum líka svoleiðis skóla þar sem sérfræðingarnir eru til staðar ekki bara símleiðis heldur á staðnum fyrir börn sem eru með mikla einhverfu og þroskaskerðingu þar sem að þau eru jafnvel ekki að tjá sig vegna þess að fatla barn á heldur ekki vera þannig að vera svona tóken fatlabarn í hópnum til þess að allir hinir sem eru ófatlaðir geti lært að umgangast fatlaðir. Það á ekki að vera svona, þú veist, eitt og öðruvísi, þú veist, heldur, það þarf náttúrulega styrk frá öðrum og ef að það er ekki að virka
í sínum hverfisskóla og það ekki ganga vel, það verður líka að vera til öðruvísi úrræði. Því að sko, það má aldrei vera í þessu samfélagi eða hvaða samfélagi sem að það bara one size fits all. Þú veist, að bara ein aðferð virka fyrir alla. Og það það sem að gleymist þegar við erum að hætta með eitt og byrja með annað sem við erum rosalega dugleg í þessu og einhvernar að við erum alveg bara, já, núna ætlum við bara að hætta við þetta og við ætlum að taka þetta og hætta við þetta og taka við þetta. Það bara, þú veist, það getur aldrei verið bara ein leið góð leið, þú veist. Og það svo margt sem að ég get sagt akkurat þetta bara þú veist, borgarlínan eitt þú veist, þeir sem að keyra bíl, þeir halda bara að núna því að borgarlínan sé í gangi þá eigum við bara hætta öll að keyra bíl þú veist, það ekki máli eða þeir sem halda borgarlínan verði ekki að þá ætlum við bara hætta með strætó þú veist, þetta ekki svona öfgafinn og það eins með einhvernar við fórum frá 0 til 10 því 0 til 10 bara skali og það skiptur engum máli hvaða skala við notum hann alltaf skali og hann bara mælikvarði við getum alveg eins sagt þú veist, hvað eru margir kóktappar í þessu þú veist, hvað náðu þú mörgum kóktöppum í íslensku prófinu hvað eru margar hlaupun í krukkunni þannig að hvaða skala sem við notum þá það bara mælikvarði á hvar þú ert staddur. Núna erum við með hæfni náð, nú erum við með á góðri leið, við erum með framúrskarandi hæfni, við erum með í sumum skólum erum búin að bæta við þarna mjög góð hæfni á milli, við erum með þú veist þarnast þjálfunar eða hæfni ekki náð. Það rauninni segir miklu meira heldur en 0 til 10. Ég sammála það. Það segir rauninni mikið meira hvar barnið raunverulega statt og síðan fylgir umsögn og síðan reglulega foreldrafundir þar sem við farið yfir þetta sko, en síðan bara hitt eigum við að vera að meta börn á yngsta stigi og miðstigi þú veist, ekki númer 1, 2 og 3 að kenna þeim akkurat samkennd og samvinnu ég vinn mikið með samkennd og samvinnu og með alls konar eineltis verkefni ég með til dæmis verkefni núna í lífsleikni sem að ég bjó til fyrir börnin þar sem að þau eru að gera plakat sem ástendur ekki gera ekki neitt sem snýst það að ef þú ert annarkvort ekki gerandi eða þolandi og ert þar fyrir utan að annarkvort ertu með því að gera ekki neitt þá ert að styðja gerandan þú ert óvirkur þáttakandi í eineltinu þú ert ekki hlutlaus það ekki neitt sem heitir hlutlaus í einelti veist, ef að þú horfir á einhvern vera að níðast á einhverjum og þú bara leifir því að gerast þá ertu óvirkur þáttakandi í eineltinu og við erum að vinna með þetta, við erum að vinna með samgeti, við erum að vinna með samvinnu ég meina vídeoverkefni, þau eru yfirleitt 6 saman í hóp að vinna og gera handrit og annað umræðinar, við erum með gegnum barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna erum við reglulega með barnaþing í skólanum þar sem við erum að rífast alls konar svona bara mjög pólitísk mál hittamál þar sem þau eru að vinna sig niður á niðurstöðu ég meina mikill hávaði gerir alla kennara geðveika en þú veist, þetta mikilvægt og þú veist, og rífast einhvernir og gera það pólitísku bitbeini þú veist, til hvers til þess að fá einhver atkvæði frá reiðafólkinu Nei, en mér finnst bara líka bara að einhverju make enga sense ég man bara hvað það skiptir líka rosalega mikið máli þegar við vorum kannski að ælast upp og bara fekstu bara 68 eða 85 eða það skiptir enga máli hvort það 8-10% á móti 8,5 eða 6 þetta bara tölur skilur. Þetta bara number við erum alltaf að reyna að finna út eitthvað vandamál finnst mér, en ég sammála það sem þú segir, bara eitthvað barn í leikskóla af því ég sjálf móðir skilur og ég fer inn mentor og ég veit að þetta eitthvað sem myndi fylgja svona minn og bara framskurandi í að túlka bla 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 og hvað? Eða góð
sérstaklega hér á Ísland, þetta líka bara profil, like a profile that follows you. Þetta ekkert svoleiðis hérna í útlöndum til dæmis. En hér, þetta eitthvað sem sticks. Já. Fólk bara hefur bara ágang og bara, hvernig þetta manneskju? Já, ég sé hann bara, þegar hann var í 5. bekk og þá hann kann að standa sig í þessu. Það skiptir engu máli, bara hvernig líður barnið í dag. Ja, hann læs? Já. Ok. Mætir hann í skólan? Já. Ok. Ja, getur hann gert smá staðfræði? Já. Ok. Geggjað. Við erum að búa til vandamál sem we're looking for problems where there's no problems. We're just creating problems. Það eins og þeir að gefa okkar kennarunum bara meira vinnu sem ekkert einu sinni. Það bara, ok, ég búin að vera hérna, bara búin að vana mér að segja bara eitthvað lokið, en núna ég bara Kalli, hann meira 7 eða 8? What are you doing? 6, 7. 6, 7. That's 6, 7. Það meira vinnu fyrir mig og það bara barnið liður líka ekkert vel, skilja. Að því foreldrar líka fyrir þessu samræðu bara, já, fekk þú bara 6 í þessu. Já. En síðan líka bara vinnurekendur ekkert að spyrja enganir. Þess að þú bara annarkvort kanti hlutin eða ekki. Did you get your master's degree? Það enginn sem að spyrja mig með mastersgráðunum minn og hvort ég klára með 6,5 eða 9. Hvað fyrst í einhvern? Og bara kanti þetta eða eftir góð í samskiptum. Þú veist, það sem skiptir máli og líka bara velíðan. Við sjáum bara börn sem líður vel, eins og Arna var að segja, þeir bara gengur vel í náminu. Börn sem líður illa, þá þurfum við bara að stíga þar fastar. Svo þetta náttúrulega líka svo breytilegt bara með hvernig fólki gengur á prófum til dæmis. Sumum bara gengur ekki vel í prófum en eru kannski einmitt. Það bara svo margt sem kemur bara inn. Ég góð námsmaður, skilju, en þegar próf kemur, kannski fyrir ég bara í algjör bara kvíðakasti og bara ég sýna ekki minn besta hlið. En mér finnst líka rosalega ósanngjarnt að við erum að dæma börnum á próf. Já. Ég hugsa alltaf skóla án ángreining að við erum með möguleika fyrir krakka ekkert að taka próf. Okay? Vilt þú gera próf? Já, það virkar fyrir þau. Okay? Hvað vilt þú gera? Vilt þú búa til myndbönd? Vilt þú bara skrifa ritgerð það sem við erum búin að læra síðustu 3 vikur? Hvernig vilt þú útfæra þetta? Bara, what do you want? Who are you? Þessa gamla dags próf. Sorry, þetta bara svo galið og bara það virka ekki því miður. Sérstaklega í dag, hvernig krökkin í dag, sérstaklega í dag, mér finnst bara fólk meira, við erum farin að fatta að fólk með ADHD og með einhverfu. Það svo margt sem við erum að hugsa þegar maður að hugsa annarkvort í próf og bara í skólakerfi og bara að koma meira til móts á einhver leiti. Já, einmitt. En hvað ég sammála þessu. Það einmitt vandar út af börn bara fjölbreytt og þau bara þarf sumir kannski finnst lettara að tjá sig og nota orð, munnleg próf. Já, viltu syngja? Viltu syngja með það? Viltu skrifa ljóð? Viltu dansa gegn með það meðan þú I don't know, but the test, þessa próf, þessa klukkutíma og halva, hérna, hljóð, nei. Kvíðahnútur í maganum. Nei, takk. Það reyndar í ákveðnum fögum, eins og starffræði. Já. En þá þarf maður líka að gera það þannig að þetta sé sem minnst kvíðavaldandi og eins og við hefum gert það í teiminu okkar að því að við kennum saman í 7. bekk, við erum 3 umsjónarkennarar og við erum teimi og við vinnum allt saman og þá bara reglulega starffræðikönnun það bara, og við köllum við könnun og þú færð bara hvað þú náðir ekki og síðan fara að taka það aftur þú fara að taka könnuna aftur þetta snýst að kenna færnina þetta snýst ekki að senda það heim með einhvernir
þetta snýst að þau hafi leiknina og færnina og hæfnina sem til þar þess að halda áfram. Þannig að þau fá bara, og ef einhver þarf, þú veist, að fara yfir þetta og taka þetta 7 sinnum, þá fær viðkomandi tækifæri til að gera það. En flest öll eru að ná þessu í fyrstu eða annarri tilraun, þú veist, og námsveitnum gert skil á margan og mismunandi hátt. Og við erum líka alltaf með svona þrautatíma, alls konar þrautir og stærðfræðiþrautir á föstudögum, þar sem að súdókó og ýmislegt bara til þess að efla rökhugsun líka. Þannig að könnun sem sett fram í þessum tilgangi er ekki slæm. En svona próf sem svona upphaf og endir alls, þar sem að annarkvort, þú veist, þú búin að ná og farið að vera gildur þjóðfélagsþegn eða bara þeirri hent í ruslið, það er náttúrulega bara eitthvað gamaldags fyrirbæri og það enginn að fara að spyrja þig og ég sagði þetta líka þegar ég var að kenna mikið á unglingastígi þegar þau voru með prófkvið af krakkarnir minni þar, það er enginn sem ætlar að spyrja þig í framtíðinni hvað finnst þú í 9. bekk í stærðfræði hvernig stóðstu þið í ensku í 10. bekk það er enginn sem spyrði það bara enginn og ég held að það er þróunin eins og þú ert að segja þetta er bara þróunin að vera meira mannleg í þessu og þetta ég man þegar ég var í skóla þá man ég íslenska kennari minn og hann sagði bara það er enginn fullkominn ég gef aldrei 10 það er bara kann enginn að vera það er enginn allt, það kann enginn allt ég hataði það og mér fannst bara ég fekk 9,9 bara því að hann gaf aldrei 10 og ég reist og skammaðist að það er brjáluð bara hvað er þetta þú veist, hvað er það eða bara getur þetta bara af hverju er til 10 þess að mér finnst þetta mjög flott þetta var einmitt á svona íslensku prófi þetta reynda kom nokkru sinni fyrir á mínu skólaferli og ég var alltaf jafn svegt þú veist, í eðlisfræði og svona því sem ég hafði gaman fekk alltaf 9,9 og ég skildi ekki where's the one? Já, bara, hvað er þetta? Og það var eitthvað, já, þau glemdi kommu það var bara, þetta var svo fáránlegt alveg, þetta voru svona kennarar sem gáfu aldrei 10 Já, en ég þekki nokkra svona kennara ég myndi aldrei, ef ég sé eitthvað bara gott með krakkanum mínu sem þá er ég bara, oh my god 10 Já, en mér finnst það líka það skiptir máli sérstaklega í dag að því þú ert yngri en við en ég held að við erum líka að díla við alls nýja kynslóðin öðruvísi, þeir eru mýkri hugsunirnir er líka bara allstaðar, bara vætingar er líka öðruvísi, það er ekki, við getum ekki að gera kröfu eins og við gerum fyrir okkur í 1997 riding my bike stuff, nei, þeir bara þú miður, þeir ekki þar, skilur þannig þessar expectations that we have our expectations need to be lowered að því við erum bara að díla við bara krakkar sem öðruvísi þannig það er líka það sem mér langar líka að tala mikið sem kennara sem mér finnst að skipta máli mér finnst bara skólakerfi er byggt á 227 í gamla dagana hlutin virka svona en núna er þetta 2026 bro, that shit doesn't work today það er líka bara atvinnulífið hefur breyst það er alls konar það er svo margt sem hafa breyst þannig maður bara þú ert að koma með gamla dags eitthvað hugsanir in this new modern day þannig það er líka erfitt fyrir okkur að kenna að því ég er með bók eða manifesto sem kennari en þegar ég fer fram og börnin they're not the same kids that were in 1995 eða fyrir 60 árum, skiljur, bara get við þá uppfært þetta manifesto fyrir mig, þannig ég kemur betri mót fyrir börnum sem ég að kenna í dag. Það fer náttúrulega rosalega mikið eftir, þú veist, bara skólastjórnundum í hverjum skóla. Já, líka það. En þú sem kennari, þú veist, af því þú hefur aðalnámskrá og þú hefur þessi hæfniviðmið og þú getur svolítið unnið frjálst út frá hæfniviðmiðunum. Þannig að þú getur brotið þetta upp, en það er náttúrulega meiri vinna. En það er bara svo auðvelt að detta í það að hugsa, já, bara
bækur eru til og þær voru kendar í fyrra og hitt fyrra og þar áður. Og fara verkefni, fara próf og ég þarf ekki að gera það er náttúrulega auðvelt að fylgja þessari formúla því að þú veist vinnu álagið á kennara er stöðugt að bætast og skriffinnskan. Ég meina 2006 þegar ég flytt til Íslands og var að kenna þú veist að þá þurftum við að nota mentor einu sinni ári það var mjög neitt og skólastjórinn þar sagði já þetta við verðum aldrei með þetta mentor lengi og hérna núna erum við bara stöðut bara 5 sinnum á daginn á mentor og bara þessi foreldri stöðut með mentorappið í símanum og hérna þannig að við erum búin að búa til miklu meiri vinnu en ég sko, mér finnst æðislegt að hafa hæfni viðmiðin mér finnst æðislegt að vinna út frá þeim vegna þess að rauninni þá get ég verið skapandi og ég get unnið mjög skapandi út frá hæfni viðmiðanum ég þarf ekki að fylgja einhverjum þröngum ramma ég hef ákveðið frelsi það bara krefst þess að ég þarf að leggja ennþá meiri vinna á mig og það er kannski það vonda að það er ekki verið sko okkar undirbúningstími hann er svo sami og 1874 okkar undirbúningstími hefur ekki haldist í hendur það er líka með öll greiningaferlin og svona sérstaklega umsjónarkennararnir náttúrulega sem þurfa að endalausi fundir oh my god maður er alltaf að fundast maður bara fund en hvað er við að tala um þessi fundi? Ekkert ég myndi ekki segja en mér finnst líka bara einstaklingsbundið bara viðmið mér finnst það líka dálítið svona áhugavert fyrirbæri og þú ert ekki að bera saman töpet bara alveg nákvæmlega eins eins og ég hef verið dálítið mikið að vinna með bara að þegar ég sé einhver framför hjá einu barni það er bara ákveðis bara sigur fyrir sig það er kannski bara þú veist ef ég ber saman frá hausti og í dag eru bara búin að lesa og læra að lesa það er bara stór sigur þess að ég held að það skiptir líka máli að við erum ekki með einhver bara checklista bara þessi getur þetta getur ekki við erum ekki að bera börn saman leveli við þurfum að meira svona eins og þú veist að segja bara einstaklingsbundið mér finnst bara einstaklings áætlun skiptir líka rosalega mikið máli og það er eitthvað sem ég er að hugsa mikið með í ísakennslu að því ég get ekki bera ísak nemendum við íslenska krakkar það er bara þannig málið er líka með þess að hæfnismiðun þegar þeir líka að upplifa í samfélagsfræði eða í sögu og bla bla why? Hann er nýkominn til Íslands hann get varla tala orð á íslensku en samt bara vætinga fyrir hann er bara hann á að hann er ekkert þar við þá bara vera með eitthvað sem er bara hvað ég er ekkert að reyna að segja hvað Íslendingar eða útlenskrakka en samt bara getum við vera aðeins meira sveigjanlegt í að taka til móts krakkar sem er með annað tungumál nýkomin til landsins þú get ekki verið með sama vætinga fyrir barn sem er á 3. og 4. bekk sem hefur alltaf búið á Íslandi gagnvart barn sem er nýkomin auðvitað barni sem er nýkomin hann fær ekkert lokað af því hann tala ekkert íslensku hann er ekkert að haga sér hann er ekkert að tímanum hann er ekkert að mæta hann er með svo mikið áfall það er svo mikið í gangi og þetta er eitthvað sem fylgir honum þetta er eitthvað sem fylgir barnið þetta er eitthvað sem er í mentor þetta er skráð niður þannig það á að vera smá 6-7 eins og þú segir bara smá 6-7 smá sveigjanleiki hvernig við taka til móts og bara the expectations of a child af því mér finnst bara ég man þegar ég flytt til Íslands ástæðan fyrir ég er með mastersgráðu til að kenna íslenskum annað tungumál gegnum leiklist ég flytt til Ísland og ég bjó aldrei á Íslandi og það var enginn sem kennt mér íslensku þegar ég kom á Íslandi og ég þurfti að finna leið til að læra tungumálið og ég fór í leiklist ég fór bara það var bara gaman þannig gegnum það var ég bara B.Ed, leiklist við gerum það, masters þannig ég fór að skrifa hvernig við getum nota leiklist sem áferða til að kenna tungumál
og mér finnst það bara frábært, skilju, en það sem ég vil fyrir skólakerfinu bara eitthvað að hugsa öðruvísi. Já, hugsa út fyrir bóksið. Já, bara fyrir utan ramman, bara eitthvað, getum við kannski endurskoða okkar, bara eitthvað áferði sem við erum búin að nota í x marg ár, það að virka? Já, það virka fyrir Jón, Kalli, Palli, okay? But does it work for Paulina from Poland? Does it work for Muhammad? Nei. En hvernig, að því við erum líka að opna okkar brú, bara, komið til Íslands, en hvernig ætlum við að taka... Já, það þarf að gera ráð fyrir fólki. Hvað hefur við að gera? Og bara koma til móts við börn þar sem þið eru stödd. Það er ekki nóg að við bara be grateful to be in Iceland. No. Nei, en sko, samkvæmt aðalnámskrá, þú veist, þá þetta þannig að börn á erlendum uppruna, þau hafa rauninni 4 hæfnistig sem þau þurfa að ná áður en þau eru fær til þess að fara inn í bekk. En í öllum sveitafélagunum þá það þannig að það bara, og það ekki jöfnunarsjóður sveitafélaga sem rauninni borga fyrir þetta, þá það skorið þannig niður að þau fá yfirleitt ekki nema 2 veist, af þessum 4 hæfniviðmiðum uppfallt hjá ísætkennara, að því að líka ísætkennarnir eru þú veist, þeir eru með það marga skjólstæðinga, en það samt ekki fjármagn til að bæta við öðrum ísætkennara, þú veist, í litlu sveitafélagunum. Þannig að þeir eru oft bara mjög einir. Þannig að kannski bara einn kennari með öll börnin. Já, og þá það bara þannig að börnin fá ekki nema bara 0. stig og 1. stig, veist, og síðan þetta 2. og 3. stig, og þannig að þau eru að fara inn í bekk á þess að vera með fullnægjandi kunnáttu og lenda þessin oft í því, þú veist, að þurfa akkurat bara annarkvort að synda eða sökkva sjálf, sem mjög erfitt. Þessina og námsefni að mjög skortnum skammti og ísækkennarar hinga til hafa þurft að bara finna upp allt námsefni sjálf. Þangað til fyrir ári síðan, akkurat þegar ég gafst upp á ísækkennsluðinni, að skólaprúverkefnið var það veruleika, sem samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar og menntamálaráðuneytis Ríki og borg og síðan allra skóla í Breiðholti. Og ég held að það heiti bara skólaprú.is. Þar námsefni og alls konar gagnabankar og tenglar og annað sem getur nýst mjög vel ísætkennslu. Og þar rauninni, þú veist, hafðu grætt á því að Breiðholtið svona fjölmenningarsamfélag, þar sem að hallast orðið reyndar, þú veist, ég var í Fellaskóla, besti skólinn fyrir mig var Fellaskóli og ég var í FB, Fjölbraut Breiðholti og þykir mjög vænt Breiðholti ólst þar upp frá 12 ára. Það bjargaði mér, þú veist, að mörguleiti því ég kom úr Kópavogi þar sem ég hafði verið akkurat í skóla þar sem að ég var einu öðruvísi og meðan í Breiðholtinu var ég bara eina mörgum sem var öðruvísi. Þannig að en það þyrfti náttúrulega að dreifa þessu álagi upp á það að gera vegna þess að það heldur ekki gott að við erum að setja alla innflytjendur okkar á eitt stað. Það ekki gott fyrir neitt. Það ekki gott fyrir restina af samfélaginu og það ekki gott fyrir þau heldur. En við þurfum að hafa, þú veist, gott jafnvægi þannig að ísætkennslan að henni sé sinnt vel. Þess vegna ég reyndar hlynnt í að í svona smærri sveitafélögum að hafa söfnunarskóla þannig að ísadeildinar séu öflugri. Þannig að fólk sé búið undir skólanum. Já, það mjög erfitt að vera eini ísatkennarinn í einhverjum skóla og finna það að öll ábyrgðin á þér og ef þú ert veik eða ert í einhverjum öðru verkefnum þá enginn að sinna þessu barni. Það bara dettur allt út. Já, ég sammála því og ég man þegar við vorum 2 til að byrja með en hún fór veikindaleyfi, nei 3 kannski voru við, en ég var ekkert með yngri deildinum, ég var alltaf með úlingum.
Þannig bæði misteg og unglingum. Og hún fór, sem var að vinna með mér, hún fór í veikindaleyfi og einhvern þurfti að sinna hérna yngsta deildina. Og allt í einu var ég bara komin í þetta og ég var bara eitthvað, wow, þetta bara galið. Þeir bara eitthvað, þeir svo lítil, skilur, en ég veit af hverju ég var með misteg og úlingum, skilur, að því ég vildi bara tala við þá og það var eitthvað samræðu og I wanted more from them. Þannig þegar ég var þarna að horfa á Júlía sem eitthvað í öðrum bekk og hún bara bóra sig í nefið og hún bara rosa krútleg en samt þetta líka bara allt annað vinnu, skilur, en leið og hún fór, ég þurfti að hoppa inn og ég var ekki tilbúin fyrir þetta, en það ekki, ég gat ekki sagt nei, af því ég var Ísland. Já. En þú get ekki sagt bara, nei takk, ég bara misteg og úlingum deildinu, nei, þú bara Ísakennara. Þannig það líka það, annarkvort að vera ein rosalega mikið, en samt að vera, það vantar deild, en ekki deild þannig sé, það bara eins og í venjulegum skólum, það eru 2 stafræðikennari, það eru 2 enskukennari. Af hverju ekki eitthvað 5 Ísakennari? Af því það þörfin til þess. Ísland að breytast. Krakkar að flytja inn. Það vantar Ísakennara. Svo fleiri sem við höfum af kennarunum fyrir Ísak, the better it will be for society. Ég get gert hvað sem ég get gert. I can only do so much. But can you add more? Get þú líka? Skilur, það þetta sem vandast. Takmarka sem ein manneska getur gert. Það svo takmarka. Það líka rosa mikið pressu á manni, bara til að vera þessa einstakling sem að gefa allt. Einmitt. En við verðum eiginlega að fara að hætta þessu, því að ég verð því miður að slíta samtali. Fáum við ykkur lokaorð. En við gætum náttúrulega haldið hérna áfram, þetta náttúrulega svo stórt mál og mér finnst líka áhugavert að þeir komum frá 3 sveitafélögum, eða skólum úr 3 sveitafélögum, en þeir eru allir raun að vera með sömu áhyggjurnar og það eru sömu vandamáli. Mér langar bara aðeins að leiðrétta þannig að ég sammála Örnu líka að það vantar líka einmitt Klettaskóli og allt þetta. Ég ekkert að segja að það eru bara öll að setja öll saman skóla, heldur líka að það vantar einmitt þessa sérhæfingu og verður að vera í boði fyrir þau sem þurfa hana. Akkurat. Bara aðeins til að, út af ég veit að fólk minn heyrir þetta og sérstaklega foreldrar, þá vil ég líka einmitt segja að ég sammála. Já, það verður að vera til bæði, það verður að vera pláss fyrir alls konar. Úrræði, ég alveg hjartanlega saman ykkur. Mér finnst að við viljum kannski bara endurhugsa hvernig skólagöngu, skólafélag og bara umgerðinu. Bara umgengnum og fyrir mér, sérstaklega fyrir Ísak, það bara móttöku áætlun, bara hvað ríkið að gera, skilur það. Við erum ekkert að hjálpa þessa foreldra, við erum ekkert að hjálpa börnum og þú ert ekkert að hjálpa mér sem kennara og þú ert ekkert að hjálpa börnum sem kringum þessa Muhammad eða hver sem með allir bara, af hverju hann crazy? Hann ekkert crazy. Hann bara á erfitt. En af hverju? En við erum ekkert að hafa þessa samræðu við Jón til að skilja af hverju það. Þannig það svo margt. Bara hvernig get við nota skóla til að endurspegla samfélaginu? Hvaða samræðu eigum við að hafa í skólanum til að undirbúa Jón fyrir the reality of what he's going to face? Because he's going to meet Muhammad in a job at some point or another. Við erum öll partur á samfélaginu, þannig að við verðum einhvern veginn að læra inn á hvort annað. Samfélagið regnboginn. Svo við komum inn á það. Hann allir mikilvægur. Ég vil líka segja það bara, þú veist, svo ég svona aðeins segi það bara að mér finnst skólakerfi í dag vera bara svo miljónsinnum betra heldur í skólakerfi sem ég álst upp við erum stöðugt að bæta okkur og við þurfum að vera kannski duglegri líka að hrósa því sem vel gert í skólanum algjörlega ég meina, þú veist
við erum sífellt alltaf á neikvæðanótanum í fjölmiðlum og annars staðar og nú erum við með menntamálaráðherra sem að því miður finnst það að vera eitthvað þjóðsport að rífa niður skólakerfið þú veist við skulum ekki gleyma fyrir hvert skólakerfið er það er ekki fyrir okkur kennarana það er ekki fyrir foreldrana, það er fyrir börnin og þeirra framtíð og það er að þeirra heilindum sem að við erum að vinna allan dag samkennd og samvinna og það vantar svolítið stundum upp á samvinnu á milli þú veist kannski foreldra forráðamanna í þjóðfélaginu og kennarastéttinnar ég býr svo vel og ég er rosalega þakklátt að ég hef alltaf átt í rosalega góðu samstarfi við foreldra og þess vegna hef ég náð miklum árangri með börnunum sem ég er að kenna að því að þú veist, maður þarf að vinna með foreldrana Vá, svo samanlega bara frábær loka orð held ég bara mér langar að þakka ykkur alveg innilega fyrir bara rosalega gott spjall Davíð Sól Páls Tjæve Sól Drífudóttir og Arna Magnea Dangs ekki Sól ekki sól, já sól á morgun það var bara taken það er spá sól á morgun ég finnst ykkinga og við erum öll að skína hérna það er nóg sól í gangi sól fyrir alla sól fyrir öll ég ætla bara að fara að dansa í kollanum á 1. maí bara takk ykkur kærlega fyrir og ég þakka ykkur innilega fyrir samfylgdina í kvöld ég þakka fyrir hönd samstarfsfólks míns og tæknifólks og allra hérna á samstöðinni. Þakka ykkur fyrir kvöldið og ég vil minna ykkur á að það er hægt að gerast áskrifandi með því að fara inn á samstöðin.is og ég ætla líka að minna á að það er hægt að finna okkur allstæðar. Það er á YouTube og Facebook og númer 5 á sjónvarpi Símans, FM 8,91 afsakið í útvarpinu. Við erum alveg mjög þreytt hérna við Rauðaborðið. En en það bara bið ég ykkur góðrar nætur og við bara sjáumst hress eftir helgi. Eða verður reyndar helgispjall hérna á laugardaginn. Afsakið, það er náttúrulega 1. maí á morgun. Þannig að en það verður helgispjall hérna á laugardaginn, Synir Egils á sunnudaginn og svo kemur Rauðaborðið aftur eftir helgi á mánudaginn klukkan 8 kvöldið. Takk fyrir.